Bara þegar kemur að kosningunum í Bandaríkjunum þá er rosalega mikill munur á því hvernig stærstu fjölmiðlarnir á Íslandi fjalla Donald Trump eða Kamala Harris. Það að ég leyfi mér að segja að það sé brjálust lagsið í því, það þýðir ekkert að ég sé eitthvað stuðningsmaður Trump. Sko. Það þýðir bara að ég er að segja það sem er augljóst. Að það nánast talað hana eins og eitthvað bjargvætt bara því hún er lituð og kona. Ef þið eru fréttamenn, viljið ekki kynna ykkur ferillinnar og skoða hvort hún sé svona frábær. Kannski er Donald Trump alveg ömurlegur, en það þýðir ekki að hún sé frábær bara því hún er á mótunum, sko. Þetta er hárrétt. Maður er orðinn svo þreyttur á þessu, sko. Maður er svo þreyttur á bara, þetta er í raun og veru bara gaslýsing, sko. Þið eruð að reyna að segja okkar eitthvað sem bara augun okkar og eyrun okkar er að sjá eitthvað annað. Já, þetta er svo mikið svona núna og þess vegna er einmitt, sko, er ég í fyrsta skipti á æfinni, sko, komin bara á þá skoðun nett að RÚV, það sé ekki lengur réttlæting fyrir að reka. Ég hef alltaf verið, sko, svona RÚV maður, talað fyrir því að þetta er kannski að skilgreina hlutverkið betur og minnka þetta eitthvað, en það fyrir samt að vera RÚV. En núna er ég komið bara, nei, þú veist, ef skattgreiðendur eru að borga fyrir það að þessu mataðir af einhverjum upplýsingum sem eru að gangi algjörlega í berhögg við bæði lífsskoðun þeirra og staðrendir, þá er þetta bara algjörlega búið að missa marks. Kannski er ég hlutdrægur, aftur þú spurði mig hvernig er þetta búið að vera, hvernig er þetta núna eftir alltaf, kannski er ég ennþá bitur, ég held samt ekki, þegar ég segi bara alveg hlutlaust. RÚV var fyrst til að segja frá fréttum mig, þegar að þær komu sér mjög illa fyrir mig. Og það stendur beinlínis í síðarreglum RÚV að það er að fara mjög varlega í umfjallanir af kærumál. Þegar ég segja frétt af því þegar ég er kærður áður en ég er kærður. Það var ekki komin en kæra RÚV búið að segja frétta því. Sem í fyrsta lagi það er mjög vafasamt. En er þá ekki lágmark að þið segir síðan frétt frá því þegar þessar kærur eru felldar niður. Sú frétt hefur ekki enn verið sögð á RÚV. Þannig að kannski er ég hlutdrægur. Þeir hafa ekki sagt þá fréttin. Nei. Og það er svona kemur þetta, það er bara það er bara svo augljóst að þið eruð í ákveðnum. Og þú ert látið borga fyrir þetta. Þið eruð í ákveðnum aktivisma, nákvæmlega. Og ég held ég geti sagt, ég er ekki bitur. Því það er rosa mikið af fólki inn á RÚV sem ég kann mjög vel við. En bara talandi einhverja upplýsinga óreið og eitthvað svona dót, þið verðið að líta hans í eigin barm. Sko. Já, ég er ekkert að segja að ég að missa vinnuna, bara engafa þetta og bjóða einhverjum að kaupa þetta og þau geta unnið þá bara hjá einhverjum kalli sem á þetta. En þetta á ekki að vera ríkisfyrirtæki, kosta af mínum skattpenningum með svona ófaglegu vinnubröð. Það er bara hræðilegt. Sko. Ég verð að vera svolítið sammálaður að RÚV á að standa fyrir ákveðna hluti og til dæmis eins og þetta sko, þegar maður hefur persónulega verið í þeirri stöð að það er verið að segja fréttir af manni, þá ger ég bara aðra kröfu til RÚV heldur en hinna fjölmiðlana. Til dæmis þetta, þegar allir fjölmiðlarnir segja frétt að ég hef verið kærður. Ég er tilbúin að sjá meiri gegnum fingum mér með það ef það er jafnvel fjölmiðlar sem að vilja láta taka sig mjög alvarlega eins og Vísir og MBL, það gerði allir fjölmiðlarnir það sama, nema Vísir og DFF og Mannlíf hafa sagt fréttir af því þegar það kom niðurstaða í málið. RÚV hefur ekki gert það. En í síðarreglum RÚV stendur af því við erum ríkisfjölmiðl, þá verðum við að vera með svolítið hærri standard og við verðum að fara mjög varlega í ákveðna hluti. Þeir gera það bara ekki.